Þú ættir að verða verulega hræddur þegar ríkisvaldið kemur til þín og segir ég er komið til að hjálpa þér. Þá áttu að taka til fótanna. Við kannski förum bara á Klausturbar og fáum hana Báru til þess að taka upp fyrir okkur. Það verður bara alltaf allt vitlaust inn á vinnustöðum til að á að gera breytingar. Þú sagðir að formenn stéttarfélagana væru verstu óvinnir launafólks. Þú stendur við þau orð. Já. Fólk sem með 5 til 12 sinnum hærri laun heldur en við og þau að segja okkur að vera róleg út af því að við eigum að vera svo hófsum og meðan þið eru hérna í vellistingum að drekka kampavínu með Stefán Einari. Það er minna í raun og veru eftir í vasanum heldur en var hérna fyrir 1 eða 2 árum og það er eðlilegt. Hvað gerðist síðast þegar Framsóknarflokkurinn ætlaði að laga til á fasteignamarkaði? Manst þú það? Það er stundur sagt að þeir sem komi inn með hvelli hverfi þaðan með sama hætti. Og ég er mjög hræddur að Einar hafi unnið þannig úr sinni stöðu eftir kosningarnar að hann muni hverfa út úr pólitíkinni við næstu kosningar. Ég gerði þá ráð fyrir því að þú var að tala það að það eftir frekar að kjósa Sjálfstæðisflokkinn heldur en Framsókn. Það sagði ég ekki. Nei, ég ætla að leyfa mér að lesa milli línanna. Helstu óvinir okkar erum við sjálf. Ef við ætlum að fara að láta hram ríkisins leggjast yfir allt atvinnulíf og líf einstaklingar í landinu. En hvernig stendur á því að íslenska ríkið, lesist íslenski skattgreiðendur, að greiða niður bókaútgáfu Arnaldar Indriðasonar, Yrsu Sigurðardóttur og Ragnars Jónassonar. Meiri sé að sósíalistaflokkurinn undir stjórn Gunnars Smára sem náði ekki mannin á þing, þeir fá 20 milljóna svo að hann geti dandalast án annarar atvinnu út í bæ og haldið uppi áróðri gegn borgarlegu samfélagi. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin til minn hann Stefán Einar Stefánsson. Stefán, kærlega velkomin. Þakka þér fyrir. Það er búið að vera smá aðdragandi að þessu. Ég var hérna að fara í gegnum gamla, ég er með fæla á tölvunni þar sem ég skrifa upp þegar ég er að fara að taka henni viðtal og það var frá 1. janúar 2021 en það datt eitthvað upp fyrir hjá okkur og en hingað ertu loksins komin. Já, allt hefur sinn tíma. Allt hefur sinn tíma. Eins og segir á góðum stað. Nákvæmlega. En ég mér þess að fóra hans ekki ennum fælinn, ég vorum að tala fall, wow, og eitthvað fleiri, ég mann nú ekki, akkur í ósköpunum vorum að því, það var náttúrulega löngu áður, Já, það er reyndar flugmálin eru einhvern veginn þannig eðli sína að þau skjóta alltaf upp kollinum aftur og við erum að meta stöðuna á þessum markað á hverju tíma svona út frá reynslu fyrir ára. Já. Og þetta þessir miklu atburðir í mars 2019 er að þeirri stærðagráðu að þeirra verið lengi minnst svona allavega í efnahagslegu tilliti, efnahagssögu Íslands. Ekki spurning. Það voru margir sem spáðu einhverju hruni þá. Já. Sem reyndar ekkert úr varð. En ég hef núna verið að hlusta á ykkur í þjóðmálum og reyndar líka dagmál hjá þér. En þjóðmálin með Gísla Frey og þið Hörður, Gísli og þú gerið alveg einstaklega skemmtilega þætti og þeir eru alltaf með kampavín. Ég er enda pínu sára og það hafi ekki mætt með kampavín hingað Mér er sagt að kaffi það verið svo gott Já, mætti ekki spilla því. En ég er veldur, þið takið upp hver keyrir heim? Það er bara leigubílaþjónusta sem að sinnir því að koma okkur heim. Stundum er þetta nú gera okkur þetta glaðan dag eftir upptökur og stundum sem við tökum bara góðan dinner og svona gerum upp málin og þá fyrst eru málin rætt af alvöru. Þurfum við ekki einhvern veginn að taka upptöku við þær aðstæður? Bara setja á okkur mæk og sjá hvað gerist? Við kannski förum bara á Klausturbar og fáum hana Báru til þess að taka upp fyrir okkur. Hún er sérfræðingur í slíkum upptökum. Já, og svo getur Simmi vilskuttlega ykkur heim. Já. Heyrðu, mér langar aðeins þegar ég boðaði þig þá ég held að þetta hafi verið rétt áður en þið fóruð til Svíþjóðar og þar fóruð þið virkilega áhugaverða þetta þríeyki sem ég var að nefna fóruð til Björn Sóvaka í Karolinska sjúkrahúsið mér langar aðeins bara því að þetta er núna svona mikið áhuga mál mitt heilbrigðiskerfi og varð síðan ég kláraði meistararitgerð stöðu Landspítalans svona heilt yfir hvað var það svona ef þú ætlar að nefna kannski nokkuð dæmi svona í samanburði við Ísland hvað er það svona sem kom þig mest á óvart við rekstur Landspítalans í Karolinska?
kannski þannig ég lýsi því við bara buðum okkur í heimsókn til Björns og vildum kynnast þessu stóra mikla sjúkrahúsi. Það við getum sagt svona holt og bolt þrefalt stærra heldur en Landspítalinn að umsvifum og þar eru framkvæmdar margar af flóknustu aðgerðum í heimi, þannig að þetta sannkallað svona ofurhátækni sjúkrahús. Við mættum þannig til leiks, ég hef aldrei komið á þennan spítala en kannski kom mér mest á óvart svona bara sem fyrsta viðbragð hvað byggingarnar nýbyggingar frá árunum 2017-18 voru snotrar og svona einhvern veginn ekki yfirgnæfandi og mér var þetta hugsað til þessar ofboðslegu byggingar sem að núna rís upp af grunni sínum á Hringbraut að verða alveg gríðarlegt mannvirki verður þetta stolt og svona krúnudjásn íslenskra heilbrigðisþjónustu en tilfinningin að koma inn á Karolinska eða inn á svæði þar var ekki svona yfirþyrmandi einhvern veginn hefur þeim tekist að koma þessu spítala sem tæplega 1200 inniliggjandi sjúklinga á virkum dögum þannig fyrir eða byggt þetta þannig upp að þetta virkar svona jafnvel smærri í sniðum en svo þegar maður auðvitað fyrir að rölda þetta gangana og þetta eru 14 hæðir upp í heildina, þetta er alltaf mikið byggt á hæðina þrátt fyrir allt að þá sér maður hvers konar risastofnun þetta risastór þyrlupallur á 14. hæðinni þar sem maður geta lent 2-3 þyrlur á hverjum tíma og svo þetta fjöldin allur á skurðstofum og síðan öll þessi svona ósýnilega starfsemi sem að auðvitað til staðar hér líka jáeindaskannin og ísótópaframleiðslan og allt þetta sem að fylgir þessum nútíma lækningum sem auðvitað bara ég veit ekki hvað það maður megi leyfa sér að segja töfrabrögð ég spurði Björn til þessi heimsókn hverjar væru flóknustu aðgerðirnar sem þeir gera þá nefnda það að þeir 2-3 ári þá fá þeir þungaðar konur inn á spítalan þar sem að fóstrið hefur greinst með æxli við háls og það vitað að þetta æxli að þeirri gerða það myndi komið í veg fyrir að barnið myndi ná anda strax í kjölfar fæðingar og þá búa þeir yfir tækni og þekkingu til þess að sækja fóstrið fjarlægja það úr móðukviði fjarlægja æxlið með skurðagerð og koma barninu aftur fyrir móðukviði þannig að hægt að ljúka meðgönguferlinu og þetta eru vísindi sem liggja þarna baki en þegar að hann lýsti þessu fyrir mér þá fékk ég bara gæsahúð þetta eru töfrabrögð þetta í bland vísindi og töfrabröð á mínum mati allavega kraftaverk Ég alveg sammála því og eins og ég hef nú fjallað eitthvað aðeins í þessu podcasti ég ætla nú að gera sérþátt meistararitgerðina mína út af því að mér finnst að hún allavega varpi ágæti ljósi á svona raunveruleikann og það sem við stöndum fyrir út af því að sko það alveg ótrúlega margt gott sem að gerast og á Landspítalanum en ég sammælist Runóli Pálssyni það að þau þurfa að fara í kerfisbreytingar hvernig þær munu nákvæmlega líta út og hvernig þær verði útfærslum veit ég ekki alveg, ég tel að þetta DRG-kerfi sem að þið meðal annars fjalliði minn næst nýjasta þætti þjóðmála afsakið sé mjög fýsilegt kerfi til þess að gera þessar kerfisbreytingar DRG-kerfið náttúrulega þarf að fara í mismunandi útfærslur á því þetta er alþjóðlegt kerfi en það náttúrulega mismunandi hvernig sko lönd kjósa að nota og hvernig útfærslan á því þetta náttúrulega, í grunninn þetta bara kostnaðargreining og hagtölur í samanburði við ákveðna einingu sem þessi DRG-kóði minnum að sé 1.077.000 sem að DRG-kóðakerfið vinnur út frá núna það að segja eining svo mikið og svo þetta reiknað út frá því og þetta meðal kostnaði við sjúkling og þá þetta búið að taka inn í breytur svona jaðartilvik sem að kosta kannski 40-falt meira eða eitthvað slíkt en þetta miðar að því að bara eins og í framleiðslu hjá fyrirtæki átt að sjá því hver framleiðslu kostnaðurinn hvað kostar að gera eina tiltekna aðgerð hvort sem það að laga beinbrot eða framkvæma flókna skurðaðgerð og þar fram til götun. Þetta alþjóðlegt kerfi sem átti fyrst samkvæmt samningi við Landspítalann að innleiða árið 2016 og það kannski svona stóra ráðgátan í mínum huga af hverju það tókst ekki.
Já, sko, þetta hefur sko verið notað alveg lengra aftur í tíman heldur en 2016. 2016 var ákveðið að fara í þessar aðgerðir að byrja að nota kerfið og sko notkun kerfisins þýðir eitt og sér ekki neitt. Þetta er náttúrulega það sem heitir þjónustutengd fjármögnun, þar sem að þú ert að sko greiða fyrir ákveðna þjónustu fyrir ákveðin verkefni og það er kostnaðargreint og gert á það við þær tölur sem að Landspítalinn telur vera fýsilegast. Það til dæmis, þetta er ekki beinlínis afkastatengd fjármögnun út af því að afkastatengd fjármögnun vísar að því að þú ert bókstaflega að reyna að útskrifa ákveðna sjúklinga en DRG-kerfið er með ákveðnar svona hömlur það að heilbrigðisstarfsfólk fá ekki hvata fyrir það eitt að útskrifa eins marga og þau geta eða ofþjónusta sem að hefur gerst í öðrum löndum. Það þarf að tryggja gæði, það er hluti af viðmiðinu inn í kerfinu. Nákvæmlega, sem er mikilvægasti þátturinn. Það er mjög mikilvægt og svo, bara svo ég vísi í Karolinska, þegar Björn tekur þetta við 2019 þá eru afköst spítalans miðað við samninga við sjúkratryggingar Svíþjóðar 88%, þannig að það vantar 12% upp á að spítalinn sinni þeim þörfum sem að lagt var upp með. Síðan fer með miklum kerfisbreytingum innan spítalans þá náður þessum afköstum yfir 100% en hvatinn til þess að ofþjónusta eða offramleiða það dreigð úr honum vegna þess að spítalinn fær síðan ekki nema og sílækkandi hlutfall eða sílækkandi greiðslur fyrir þær aðgerðir sem eru framkvæmdar umfram samningin. Akkurat. Og nú kann ég ekki að meta hvort að þetta kerfi sé hversu fullburða eða hversu fullkomið það er en mér finnst allavega og ég hef lengi verið á þeirri skoðun eftir að ég tók stórt og mikið viðtal sem vakti mikla athygli 2021 við Björn Sóeka í aðdraganda þingkosninga og nú tilviljun að hann kom í viðtal til mín í dagmálum þá en þá hef ég sannfærst að við ættum að líta til þess sem hann er að gera vegna þess að árangurinn sem hann ást hefur á þessu mikla og mikilvæga sjúkrahúsi í Svíþjóð er með því móti að þar er alveg ábyggilega eitthvað að læra þó að það sé ekki endilega hægt að spegla allt sem þeir gera í því sem að gerast á Landspítalanum þá held ég að þarna sé dæmisaga eða reynsla komin fram sem geti hjálpað okkur að vinna okkur út úr þessum vanda sem að Landspítalinn augljóslega er í þar sé að það virðist einhvern veginn allt vera á heljarþröm á spítalanum ég hef þó að hann veit ekki góð þjónust og við stólum á hann og við erum auðvitað stolt af Landspítalanum held ég flest hver fyrir það starf sem að það er unnið og af því starfsfólki sem það er en það er ekki gott að við séum alltaf við þeirri stöðu að spítalinn sé talin vanfjármagnaður að rétt fyrir fjárlaga gerð hlaupi allir upp til hand og fóta og það vanti milljarða ofan inn í reksturinn og Björn hefur sýnt að það er hægt að ná tökum á rekstrinum og hann hefur sýnt fram á það að það er meira sér hægt að segja upp fólki á spítölum, jafnvel bestu spítölum í heimi en bæta leið þjónustuna og að mínu mati er kannski stærsti vandinn sá að fólk tekur þau svo persónlega, þetta verður svo persónlegt, menn álíta að ef að menn segja, hefur spítalinn er þeirri stöða, hér þarf að segja fólki til þess að bæta reksturinn, að þá sé það árás á fólki sem þar vinnur en það er þvert á móti ekki þannig það er bara þannig í öllum fyrirtækjarekstri hvar sem við komum að þá þarf að leita sífellt nýra leiða til þess að hagræða og gera hlutina betur finna nýjar leiðir til þess að hámarka afköst og verðmæti sem að verður úr starfinu og ég einhvern veginn er bara algjörlega sannfærður að spítalinn hér heima á mjög mikið inn í þeim efnum ég held að við getum gert Landspítalann að enn glæsilegri og enn betri stofnun jafnvel fyrir minna fjármagn. Já, ég held ég talaði við alls konar heilbrigðisstarfsfólk og tók formlega viðtöl við 6 á Landspítala og nátti fjöldamörg óformleg samtöl. Það voru í raun allir alveg sama hvar þeir voru á þessu svona pólitíska rófi eða þessu rófi sem að þú talar hvort það þurfi að segja upp eða eitthvað fleira tíum. Allir voru samanlega að þyrfti að gera eitthvað og það var það sem mér fannst svona áhugaverðast í þessu er að sko, það, eins og segi, þegar allir eru sammála það þurfa að gera eitthvað, það þarf að fara í það að stíga einhver skref og Runólfur Pálsson einmitt segir bara við getum ekki rekið þetta svona í bara næstu árum án þess að fara í einhver stórkostlega breytingur og það var það sem mér fannst sko, þess vegna finnst mér sko mannaflagreining
vera mjög mikilvæg út af því eins og þú segir það er mjög mikið mismunandi álag á milli deilda og því er mjög mikilvægt að sko skoða það í heilbrigðisstarfsfólk ef við skoðum þetta sem 0-1 og svo hversu mikil afköst hver og einn er að framlega að þá þurfum við að hugsa sko hvernig getum við nýtt mannaflan sem best samhliða því að gera þau ánægðir í starfi út af því ég held sko ef við getum búið til einhvers konar kjarakerfi ég held að nú ekki fjalla þetta áður en þetta er svona mín tilfinning hafandi svona skoðað kjaramál svona nokkuð vel ég trúnaðarmaður hjá stéttarfélagi og að ég held að sé stórkostlegt sko tækifæri í því að binda kjarasamningana við þessar kerfisbreytingar þar sem væri hægt að sko raunverulega gera kjarabót fyrir heilbrigðisstarfsfólk undir þeim formerkjum að framleiðinni myndi aukast þegar framleiðinni er mjög mismunandi milli deilda til þess að skurðdeildin það eru 2 skurðdeildir sem er ekki einu svona starfræktar á Landspítalanum annars verið Fossvogi hins vegar Hringbraut og þetta þýðir bara það að það er einhvers konar hagræðing í starfsmannaafla sem hægt er að gera til þess að hámarka þessi afköst það eru fullbúnar skurðdeildir þess vegna finnst mér líka svo ég gagnrýna stjórnvöld þess að 210,8 milljarða innspýting sem þau ætla að setja meðal annars í þetta krúnudjársins sem þú varst að nefna án þess að fara einhverja kerfisbreytingar eða skoða mannafla eða skoða árangur og fleira þvíumlegt og framleiðni það mun bara ekki hafa neitt upp á sig annað en að þau geti klappað sér á baki fyrir það að hafa reist þessar byggingar sko. Spítalinn er einskis virði ef að fólki sem þar starfar hefur ekki tækifæri og aðstöðu eða aðstæður til þess að koma lækningu til leiðar eða lækningu og hjúkrun. Já, við höfum ekkert að gera við þessa aðstöðu ef það er ekki fólk til að sinna því sko. Markmið heilbrigðiskerfisins er að lækna fólk og hjúkra og líkna fólki sem að ekki er hægt að lækna. Þannig er bara lífsins gangur og það er það sem að ég held að við þurfum í auknum mæli að tala frekar heldur en að tala heilbrigðiskerfið út frá fjármögnuna vanda og jafnvel starfsfólkinu ég held að þessar aðferð sem að þeir hafa farið í á Karolinska sjúkrahúsinu að færa meira fólk á gólfið að leggja áherslu á fólki sem að stendur í þjónustunni beint að það sé algjört lykilatriði í þessum efnum og það er nú bara tíðindi núna í morgun frá Karolinska þeir frá 2019 þegar hann tekur við hafði hann sagt upp starfsfólki og gert breytingar á kerfinu sem leiddu til mannaflafækkunar held ég upp á svona 800-900 manns og svo í morgun vegna hallareksturs og verðbólgu þá er það að segja 450 starfsmennu til viðbótar en það er ekki áhrif á starfsfólkið á gólfinu eða þar sem er í beinni þjónustu við sjúklingana og ég held að ef þú nærð tökum á rekstri stofnunar eins og Landspítalans þannig að hann er rekin réttum með núllið að fólkið sem að stendur í nærþjónustunni hafi vald og umboð til þess að taka ákvarðanir og haga málum eftir þeim aðferðum sem að það best veit að virkar þá býrðu til ánæðara starfsfólk og það er hluta því reyndar held ég sem að við erum dálítið að býta úr nálinni með bæðivarandi heilbrigðiskerfið hér heima og síðan líka skólakerfið að þeir sem starfa innan kerfana eru orðnir sko fastir í þeim hugsanahætti að það þurfa að tala þetta niður eða tala það hvað alls er ómögulegt þegar staðreyndin er svo að það er margt gott og með því að tala upp það sem vel er gert að þá eflir starfsandan, eflir afköstin bætir þjónustun og starfsemina og ég bara vona að Runólfur Pálsson hafi burði og stuðning til þess að ráðast í slíkar aðgerðir því að það skiptur okkur öll máli að þetta gangi vel það er engin einn stofnun sem að tekur til sín eins mikið fjármagn og það er engin einn stofnun sem að sinnir svona grundvallaratriðum mikilvægum þörfum landsmanna og Landspítalinn svo það sem með nefna menntakerfi það er mikilvægt tryggingastofnun er mikilvæg upp á almannatryggingarnar landhelgisgæslan og lögreglan fyrir öryggi fólks á landi, sjó og í lofti en þarna er verið að reyna eftir fremsta megna að lækna fólk af hættunum og sjúkdómum bregðast við þegar fólk verður fyrir alvarlegum slysum og þetta er bara það er ekkert annað sem að stendur framar í forgangsröðunni en það Nei, nákvæmlega þegar ég ræddi við Runólf sko þá það sem ég hef náttúrulega áhyggjur að vera aðalega þessi stuðningur, hvort hann hafi stuðning til þessu umbreyta kerfinu sem að samt sem að allir eru sammála að þurfa að gera út af því að sko hann átti pínu erfitt með að bara yfir höfu nota orðið framleiðinni við mig hann tók því sem svona
hann sagði bara við þurfum bara að tala um framleiðni og svona eins og hann var að afsaka það að hann var að tala yfir framleiðni, svo talaði hann mikið sílóisma meðal eininga innan Landspítalans þar sem að hagsmunir deilda væru kannski settir á sumum stöðum ofar hagsmunum heildarinnar. Það þarf ekki bara að tala um framleiðni, það þarf að tala um framleiðslu. Við þurfum að vera við höfum að leyfa okkur að tala um þessa starfsemi bara eins og síldarverksmiðju. Það þarf bara að tala um þetta í tonnum og aurum.